Númer 5, Guðmundur P. Guðmundsson. Númer 7, Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson. Númer 13, Halldór Ingi Kárason. Númer 15, Valgeir Hilmarsson. Og númer 16, Mari Ivaníski. Og líbero, númer 20, Mikael Jakobi. Það var lið afturlendinga. Númer 1, Sigurður Helgason. Númer 4, Vítsek Majevic. Númer 9, fyrirliðinn Ísmar Hakeletovic. Númer 10, Viktor Emil Göring. Númer 12, Eduardo Herrero. Og númer 13, Jón Ólafur Bergþórsson. Líbero, númer 11, Reynir Árnason. Afsökunar á að hafa komið aðeins svo seint í útsendingu. En Afturelding tekur á móti sameiginlegu liði Þróttur Fylkis. Og þetta er fyrsti leikurinn þeirra á leiktíðinni. Þriðji leikur Aftureldingar. Og staðan er eins og staðan er núna 2-1. Jón Ólafur fer í uppgjör fyrir Aftureldingu. Byrjunarliði hjá Aftureldingu er Jón Ólafur. Spilari Sigþór, númer 1. Chris, númer 4. Ísmar, númer 9. Viktor, númer 10. Edu, númer 12. Þetta getur verið spennandi leikur. Fylkir er búinn að spila, er búinn að ná sér í stig á leiktíðinni. Aftureldingar stigalaust. Smá svo Viktor út. Þá er nú aðalísandi kominn hérna, þannig ég ætla að bjóða hann Sigurbjörn Árna, velkominn á svæðið og kveðja sinni. Þakkaði fyrir Gunnar Stína. Það voru smá bílavandræði hjá mér. Það var bensínu svo leiðinni hérna inn eftir úr Reykjavíkinni, en eins og við segðum þá erum við komin hér í leik Aftureldingar og
Þróttar Fylkis og staðan er 4-2 fyrir Aftureldingu. Hér kemur góður skellur og annar á kanti. Jæja, þetta nú mók. En allavegana hér miðjusmass úr afturlínu, svo kallað úr stöðu 6 og þetta var Sergej Ditlovic sem að ef ég man rétt fyrirliði Þróttar Fylkis og hann skorar hérna gott stig. Og þá fer í uppgjöf leikmann númer, þetta ekki, en aftur á móti hörkusmass hjá Aftureldingu og þá það Gummi með gott smass. Jónsi setur á miðjuna, boltinn fer yfir. Afturelding vel vakandi og aftur gott smass. Jæja, sleppur allt saman til. Jónsi og hörkusmass á kanti og hér dæmt net á Fylki og það leikmaður númer 13, Halldór Ingi Kárason sem spilar hér væntanlega í stöðu kantsmassara, hann nú þekktur líberó. Og þá það Viktor Emil sem gefur upp fyrir og Guðmundur slær, þetta var touch, Jónsi spilar upp og á kantinu fyrir Aftureldingu með hörkusmass beint í gólf. Þetta Chris Madjevic, alveg hörkusmass út í stöðu 4, mjög erfitt að verjast svona smassi og staðan 6-3 fyrir Aftureldingu. Og Viktor hér í uppgjöf, flott, ég ætla að segja flott uppgjöf honum, hún fór í netið. Þá Halldór kominn í uppgjöf. Ég sé ekki betur en hann spili hér, hann spilar díóstöðu á móti Sigurbjörn uppspilara. Halldór uppgjöf, fín móttaka hjá Viktor, Jónsi á Ismar og Ismar lemur niður örugt slag hjá honum og hann einmitt fyrirliði Aftureldingar og kemur hér beint í uppgjöf. Staðan 7-4 fyrir Aftureldingu og Ismar gefur upp, góð uppgjöf. Líberón tekur á móti, Sigurbjörn spilar upp og Gummi á kantinum. Ismar ver þennan, Sigþór kemur yfir Ismar, það var ekki Ismar sem varði þennan, heldur Eduardo. Boltinn á lífi Aftureldingu megin, Eduardo spilar, gefur yfir, Sigurbjörn spilar upp og þá Sergej og það dæmt tvíslag á Sigurbjörn. Hann horfir nú á Brynjar, hann ekki alveg sáttur við þennan dóm Sigurbjörn, en segir nú ekki neitt. Ég reyndar, svo sem var kannski ekki alveg að fylgjast með þessu, en 8-4 fyrir Aftureldingu og Ismar í uppgjöf og þessi út af. Sergej safnar sínum mönnum saman, ekki mínum. Og Guðmundur P. Guðmundsson, gamal reyndur í þessu, kemur upp. Það Viktor sem tekur á móti, Jónsi spilar upp, Ismar kemur úr sexunni og þeir vel vakandi hjá Fylki. Sergej blokkar þennan bolta. Ismar sló hann ekki, heldur hreinlega bara svona ítt á eftir honum og Hávörnum var vel vakandi, kom upp seint og kláraði þetta og nú ætti staðan að vera orðin eitthvað annað, 8-5 allavega. Gummi setur hennan í uppgjöfinni beint í netið. Og þá það Chris í uppgjöf. Föst uppgjöf, Gummi tekur á móti, Sigurbjörn reynir að koma honum yfir. Það var svo sem ekkert, það var erfitt að eiga við þennan bolta. Hún bara fyrir hann að fara ekki að svekja sig. Hann á það til stundum eða gengur ekki upp hjá hann, men Chris setur þennan bolta í netið og staðan 10-7. Eða 7-10 öllu heldur. Því að það nú venja að tala uppgjafarliðið fyrst. Og þá það í uppgjöf fyrir þá Þróttara og Jónsi spilar upp og vel slegið hjá Sigþóri, boltinn inni. Það var Valgeir sem gaf upp fyrir Þróttarana en flott móttaka og sókn hjá
Afturheldingu. Þá Jónsi sem komin eitthvað á 50-aldurinn, þá hann enn mjög góður spilari. Sigurbjörn vakandi þarna, vel gert hjá líberói Þróttara og sleginn niður og út hjá Sergei. Það var mjög góð björgun þarna hjá Mikael Lakomi, líberó Þróttar Fylkis. Þá það uppspilarinn Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson komin í uppgjöf, Norðurþingeyingur. Vel tekið á móti hjá Viktori og Jónsi laumar yfir en vel vakandi á miðjunni hjá þeim. Leikmaður númer 16 heitir Marek en þeir lenda í netinu. Nei, það tvíslag dæmt, afsakið. Leit þarna aðeins niður á blaði hjá mér. Fylgir því að koma sent í útsendingar að maður ekki nægilega vel undirbúinn en svo sem kom ég hér með stuttum fyrirvara. Og þá það Sigurbjörn aftur með uppgjöf og nú hoppar hann og þetta tekst hjá honum. Wardó með móttökuna og Viktor í smassinu, Gummi hérna undir, Sigurbjörn spilar upp og þá kemur Sergei og hann lemur og beint í gólfið. Það sást langar leiðir að þessi bolti var ekki að fara neitt annað en í gólfið. Mjög öflugur Sergei Dítlavovits. Hann er svo sem þekktari sem miðjusmassari en spila núna á kanti hjá Þrótti Fylki einfallega til þess að nýta hann betur. Og Sigurbjörn enn með uppgjöf og þetta skipti hopp uppgjöf. Og að því ég spilaði hann við Sigurbjörni í nokkur ár að við sögðum alltaf að það tækist ekki nema 50% uppgjöfunum í honum þegar hann væri með þessu hopp uppgjöfur en hann er búinn að gera núna 3 í röð og staðan 11-11. Nú tekur hann létta uppgjöf, lendir hún í netinu hjá honum. Lendir í netinu hjá honum. Og þá það 12-11 fyrir afturheldingu. Jónsi í uppgjöf, báður uppspilarar í afturlínu. Jónsi með uppgjöfina og hvað núna? Ekki búið að flauta. Árni Jón dæmir hennar leik ásamt formanni Blí Jasoni Ívarsinni sem niðri eða aðstofadómari. Góð móttaka, Sigurbjörn og boltinn aðeins of hár á Marek en fín móttaka hjá Mikael. 13-11, Jónsi enn í uppgjöf. Jón Ólafur Valdimarsson heitir hann fullu nafni. Vel bjargað hjá Sergei og Halldór Kárason slæði þennan bolta. Jónsi með hann á lífi og Wardó reynir en boltinn endar hér upp í stúku og staðan 12-13. Ætlar að verða hörku spennandi leikur hér hjá Þrótti Fylki afturheldingu. Og þá það Sergei komin í uppgjöf. Það nú yfirleitt góðar hjá honum. Mér finnst það mjög sniðugt hjá Þrótti Fylki að gera Sergei að fyrirliða. Hann verið mjög rólegur. Sem sagt, hann hefur stundum átt að til að mótmæla dómum en eftir að hann fyrirlið þá hann fyrst og fremst í því að róa sitt lið niður og passa að enginn sé að ángra dómarana. Og hér kemur Sergei, flott uppgjöf, Viktor tekur á móti, frábær móttaka Jónsi á miðjunni og Ismar nær þessu. Halldór heldur þessu í lífendi og þá kemur Wardó og hann setur í og þessi bolti fór í hávörnina og í spíruna eða andununa, stöngina. Það ekkert stöngin inn í blaki. Boltin sem fer í stöngin eða spíruna bara úr leik. Hann bara úti og 14-12 fyrir afturheldingu. Wardó Herrero stutt uppgjöf. Móttakan og Sigurbjörn laumar yfir. Jónsi sá þetta. Ismar spilar upp og þá það Wardó aftur og hann setur hann alveg aftast í stöðu 1. Hann ekki ánægður Sergei en ég hefði nú viljað meina að hann ætti þennan bolta en það nú allt í lagi ef einhver hefði farið í blokk á móti þessu. 15-12 fyrir afturheldingu og Wardó setur upp, stuttan aftur. Sigurbjörn bjargar þessum og Gummi slær, flott móttaka hér og Ismar og þessi inni allan tíman. Hörku flott spil hjá afturheldingu sem byggist hér algerlega á góðri móttöku og Fylkir tekur hlé.
Nú hléið bara 30 sekúndur þannig að þeir liðin búin að stilla hér upp. Allt klárt, 16-12 fyrir afturheldingu. Báðir uppspilarar aftur til móttöku hjá Fylki eru Sergey, Mikael og Gummi og Eduardo spilar upp. Gummi tekur á móti Sigurbjörn og Gummi slær í blokk út. Og uppgjöf, og flott uppgjöf, ekki góð móttaka Eduardo en þeir halda þessu lífi afturhaldingamenn. En nú ætti Fylkir að fá stórsókn og hann kemur á miðjuna og Vala, nei, hann kemur á Halldór, hann setur í blokkina og út. Chris náði ekki að blokka þennan bolta. Krzysiek Madjevic er nú ekki góður í framburði á erlendu tungumáli. Kannski ekki góður framburði yfir höfuð. Og þessi bolt úti og það var Marek Ivanski sem að spila hann með 16 á miðinni og svo kemur líberóinn inn fyrir hann Mikael Lakomi. Og þá það Viktor Emil Gábritt gefur upp, Halldór tekur á móti, Sigurður spilar upp og Valli setur hann yfir, Viktor með boltan hann og þetta Sigþór sem slæra hann yfir, flott móttaki á Sergey og nú fyrir Halldór og hann slær, Viktor tekur á móti, þessi kemur á miðjuna, nei, þeir náðu þess ekki, Valli snert hann aldrei, truflaði þarna afturhaldingamenn og staðan 14-15, nei, það bara 14-15, það stóð 16 á hann á töflunni en það hefur verið einu stigi of mikið. Boltinn upp, missetni móttaka var góð því afturhalding á hann, hefur verið skelfileg eftir hléið og nú slær Eduardo út og Fylkir allt í einu búin að jafna þróttur Fylkir búin að jafna leikinn í 15-15. Eftir mjög góða móttöku í afturhaldingu kominn slæmur kafli í móttöku og hvað verið að gera núna? Það endalaust flaut og læti. Og nú stigastæðan alltaf 16-14 en ekki 15-15 og einhverju lyftu upp sem segir að sé 17-16. Ég sé ekki betur en staðan sé 17-16. Allavega það á ritaraborði. Það staðan 17-16 fyrir afturhaldingu. Fín móttaka Eduardo og það Sigþór sem hafa boltann og þessi úti. Þessi úti. Hörkusmassi á Sigþóri. Var þekkt hans og þá tekur Rogerio, þjálfari afturhaldingar og landsliðsþjálfari íslenska karlalagsins leikhlé. Staðan 17-17 samkvæmt ritaraborði. Það sem ég ætlaði að segja Sigþór að ég sá hann fyrst sem frjálsíþróttamann á Selfossi, hástökkvara, svo færði hann sig yfir í blakkið og aldeilis prýðisgóður blakkari. Ekki það að hann ekki verið prýðisgóður frjálsíþróttamaður. (17-17) og Halldór gefur upp. Eduardo tekur á móti, Jónsi spilar upp og það Chris á kantinum og Halldór ver þennan vel, Sigurbjörn og erfitt með svona bolt en hann slæra hann vel og Sergey setur inn netið, uppspil Jónsa og Sigþór í blokkina og niður. Þarna vantaði, Chris var gersamlega á kolvitlausum stað. Sigþór stekkur upp og smassar á kantinum og hinn dettur ekki niður og þar af leiðandi hann ekki tilbúinn til að hirða hann úr blokkinni. Komu ekki undir smassið afturhaldingamenn þarna. Allt í einu orðið 18-17 fyrir þrótt Fylki og Halldór gefur upp. Flott móttaka hjá Viktori og nú kemur Ismar, nei, Sigþór fær boltan og slær út. Þessi úti. Þarna hefði held ég sett hann á miðjuna. Nota Ismar meira úr því að framspilið var svona gott. En Evo hefði flott móttaka í, þetta seiling dómari, já, þetta hárrétt.
Uppspilari í afturlínu, hann snertir uppspilið. Ég get ekki séð að Jón Ólafur Jónsi ætlaði að setja þennan bolta beint yfir. Hann bara lyfti honum upp og Gummi teygði sig of langt. Sigurbjörn setur hann yfir, hann frammi og Valli skorar þetta stig. Býtum við, Jónsi nú komið fram líka. Jæja, hann hefur snúið fram í síðustu snúning og þá Gummi komin í uppgjöf aftur. Til móttöku afturhaldningu Chris, Viktor og Vardó. Og mér sýnist Ismar ætlar að smassa díóinu eða hvað? Nei, hann ætlar að taka pæk. Og þá það Mikael. Sigurbjörn spilar upp og vinstri handasmass hjá Sergei og svo hægri handasmass og í netið og þetta var hálfgerð heppni stig hjá Sergei. Ef einhver blokk hefur verið á móti og Ricardo tekur annað leikli. og 1-18 fyrir Þrótt Fylki. Já, þetta svona árið aðeins kaflaskipt í þessum leik því að Afturelding var að mínu mati hérna á tímabili talsvert betri með frábæra móttöku. Móttakan hefur reynda verið alveg þokkali hjá þeim en þeir eru bara ekki vakandi. Þeir eru ekki vakandi í blokkinni og ekki alveg að skila á kantinum. Og þegar svo þá þurfum við að fá boltan svolítið á miðjuna, láta Ismar ógna. Eða við, þeir. Ég í hvorugu þessu liði. Hér Gummi. Guðmundi fyrir Guðmundsson um uppgjöf. Viktor tekur á móti. Það verður erfitt að fá góða sóknu þessu. Akkurat. Og þá allur sénsinn Fylkismegin og hann kemur á kantinn og Sergei og hann lemur fram hjá blokkinni. Vel varið hjá Vardó en dugði ekki til og 22-18. Það fer að verða lítið af lífi í þessari hrinu eftir fyrir Aftureldingu, bæði hléin búinn. Og þeir verða að fara að gera eitthvað. Reynir Árnason líbero hefur ekki ennþá komið inn á. Gummi með uppgjöf. Viktor og það nú komin tími til að setja Reyni inn og heldi því móttakan ekki með marga fiska. Sigurbjörn og setur á Sergei en boltinn of utarlega, of nálagt en Sergei segir samt sem áður þetta sé sér að kenna. 19-22 en Sigurbjörn búinn að spila bara mjög vel hér upp í þessari fyrstu hrinu, ekkert yfir því að kvarta. Hann hefur verið að æfa hjá Brynjar í vetur með Þrótti Fylki og mér finnst honum hafa farið mikið fram. Og hér Halldór með góða móttöku og bolti kemur á Sergei og Evardon á þessum. Og enn verður Aftureldingar reddunum yfir og aftur sókn í Fylki og Sigurbjörn slær hann. Ekki nógu ákveðið og þetta allt á Aftureldingu. Ismar með flott uppspil og það Vardó í blokkina. Ismar ver. Chris spilar upp og þá það Sigþór og hann setur hann léttan yfir. Þarna segi ég Þróttur bjargar og Halldór Kárason setur hann létt inn og þá ætlar Fylkir að gera skiptingu. Þeir ætla að taka Valla út af. Valgeir Hilmarsson fer út af og inn kemur. Hvað í gangi núna? Nú skil ég bara ekki neitt. Afturelding hefur fengið boltan í stöðunni 20, staðan fyrir þessi 23, 19, 20, 22. Ég leit niður á blaði hjá mér og misti af þessu algerlega. Afkvæða dæmt og það bara asnagangur í mér og ég byrst afsökunar á því. En allavega Chris í uppgjöf fyrir Aftureldingu 20-22 og hann setur inn netið. Og þá kemur væntanlega skiptingin. Jú, hún kemur hér. Valli fer út af. Hann á leiðin í uppgjöf og inn kemur leikmaður númer 14, Jón Kolbeinn Guðjónsson. Hann á að taka uppgjöfina. Spila nú ekki venjulega á miðjunni, á að koma hér inn fyrir miðjumann og gera einhverja rosalega uppgjöf. 23-20 fyrir Þrótt Fylki og þá það Jón. Góð uppgjöf, fín móttaka, Jónsi setur og Vardó. 3 manna blokk og hún touch. Hún touch. Það ekki nokkur spurning það. Það 3 manna blokk á móti. Vardó, Herrero á kantinum. Og
greinilegt touch, 21-23. Sigþór í uppgjöf. Hann ríður mikið á þessar uppgjöf á Sigþóri. Hún inni, Halldór tekur á móti og Sergi fær hann á kantinum og blokk hjá Erdó. Hann skoraði stíg áðan, hann skorar annan, núna tekur 2 í röð fyrir Aftureldingu og staðan 22-23. Þetta er afturorðinn hörkuleikur, Brynjar ekki ánægður, en alltaf kurteis Brynjar sem þjálfari. Og Sigþór með uppgjöf, þessi er úti. Þetta var það sem ég óttast að myndi gerast áðan, Sigþór gerði vel þá. Nú setur hann góðan metra út af og þá fer hann út af og inn kemur leikmaður númer 3, Völundur Guðmundsson. Völundur er uppspilari en hefur einnig verið notað sem líbero og kemur hér inn í móttökuna á að taka, nei, hann er nú settur aftur, þar eru Ardó, Chris og Viktor sem taka móti. Móttakan ekki upp á marga fiska, góð ukki hjá Sigurbirni. Og þessi bolti er úti og staðan er 25-22. Þróttur Fylkir hefur tekið fyrstu hrinuna, 1-0 fyrir þá. Fínn blakkleikur, skemmtileg tilþrif og góð dómgæsla að mínu mati. Og þá byrjar fjörið, önnur hrina. Ég er enn svolítið hissa að Rogerio Ponticelli hafi ekki ennþá notað Reyni Árnason í móttökunni. Reynir er mjög góður líbero eða frelsingi. Staðan er 1-0 fyrir Þrótti Fylki. Og þeir byrja sem sagt í móttöku og Sigurbjörn byrjar í stöðu 1 uppspilar sem þýðir það að hann er í afturlínu. Og Jónsi byrjar í uppgjöf hjá Aftureldingu, þannig að það er báðir afturlíning og hér kemur Reynir Árnason inn á völlinn, kemur inn fyrir Sigþór. Og Ismar spilar hér núna díóstöðuna, fer ekki á miðjuna. Mér sýnist Eduardo Herrero eiga að spila miðju á móti. Ég er alveg steinhættur að skilja þetta. Mér sýnist að hann spila miðju á móti Chris.
og það séu Sigþór og Viktor á köntunum. Ég skil mjög vil nota Ismar í Díó og láta hann berja. En allt í lagi, það er allavega breytt uppstilling hjá Afturhaldningu. Hinum megin er sama lið og það er Mikael sem tekur á móti og hörkus mass á miðjunni og reynir bjarga þessum bolta. Viktor slær upp, þessi er í blokkinu og niður og það er Marek Ivanski sem tekur þennan bolta. 1-0 fyrir Þrótt Fylki. Sergej kemur í uppgjöf. Báðir uppspilarar í afturlínu. Góð uppgjöf Sergej, flott, aðeins stutt móttaka hjá Reyni. Jónsi gerir þetta alltaf vel. Huardo spilar þessu upp. Ismar er komin hér á miðjuna og þessi bolti er úti. Ég er nú miðað við þetta, þá ætlar Ismar að spila miðju. Huardo, góð móttaka hér, Sigurbjörn og Gummi setur hann niður, 2-1. Já, annarkort, nei, Ismar er í Díó-stöðunni, allt í lagi, það stóð ekkert vitlaust í upphafi. Þá er það Marek, móttaka, Jóns spilar upp, Viktor slær. Valli heldur þessu lífi og Sergej slær hann létt, Ismar tekur á móti og hann fær hann ekki, heldur Chris á kantinum. Þráttur að Ismar spili í Díó-stöðunni, þá spilar hann, þá þegar hann sé staðsettur í Díó-stöðunni, þá spilar hann miðjuna. Sennilega hafði gert þetta svona áðan líka til þess að geta notað Ismar sem Díó í afturlínu. Vel hugsaði Rogerio Ponticelli, hann er sennilega ekki landsliðsþjálfari fyrir ekki neitt. Og þá er það Viktor með uppgjöf, Halldór tekur á móti, Sigurbjörn spilar upp, setur hann á Halldór, hann lemur, Viktor tekur á móti, Ismar setur hann yfir. Feitt yfirstig hjá Sigurbjörni, alveg svakalega feitt. Og net og allur pakkinn. Móttakan ekki góð þarna. 3-2 fyrir Afturhaldningu og Viktor með uppgjöf. Mikael tekur á móti, segi ég. Gummi slær, Viktor tekur á móti. Tvíslag dómari, tvíslag. Jú væri ég ekki sáttur sem Fylki-þróttari, það var ljótt. Tvíslag hana á Eduardo Herrero. En Árni Jón setur sína línu og það er allt í lagi svo lengi sem hann fer með hana. Viktor kemur hér. Halldór tekur á móti, Sergej spilar upp og stórkostlegur miskilningur þarna hjá Þrótti Fylki og staðan orðin 5-2 fyrir heimamenn í Afturhaldningu. Brynjar tekur leikli, honum líkar ekki að leikmenn hans hlaupi eins og hauslausar hænur völlinn. Miskilningur þarna milli Mikael og Gumma. Hléð búið. Formaður Blaksambandsins búinn að flauta inn á. Jason Ívarsson, aðstoðardómari þessa leik. Árni Jón er aðaldómari. Viktor er enn í uppgjöf til móttöku eru Halldór Ingi, Mikael og Sergej. Allt saman góðir móttakarar. Fín móttaka hjá Halldóri. Sigurbjörn setur upp og Gummi kemur og slær út. Hann bara slær út, það var ekki touch á þennan bolta. Ekkert við þess að gera, 6-2 fyrir Afturhaldningu. Hér kemur Viktor, þessi ekki 4. eða 5. uppgjöfin hans í röð og þessi fer út. Þá er Halldór Ingi Kárason kominn í uppgjöf. Í móttökunni eru Chris, Viktor og Eduardo, Chris, Jónsi og Chris fær hann aftur og slær. Sergej tekur á móti
og vel gert hjá Ismar, vel vakandi Halldór, Sigurður spilar aftur fyrir sig, Gummi laumar honum, Viktor, Jónsi og þá kemur þetta er aftur línusókn, dómari, hann steig feitt á línuna, ég trúi því ekki að Afturelding eigi að fá þetta stig, ég bara hreinlega trúi því ekki, þetta var alveg stórkostlegt, nei, þetta var feitt afturlínusókn á Aftureldingarliðið, en þeir fá stigið, ég trúi þessu alla. Og uppgjöf hjá Ismar og Valli kemur með hörkusmásum flottu spil hjá Sigurbirni og 4-7. Já, mér finnst eiginlega ótrúlegt að hvorki aðaldómarinn, aðstoðardómarinn hafi tekið til þessu þessu. Þá kemur Gummi, slær boltan út. Og þá kemur loksins leikmaður númer 12 fram. Hann var klárlega ekki frammi áðan þegar að úti. Jæja, 8-4. Chris, Viktor og Eduardo til móttöku. Þeir nota Reyni ekki mikið. Valli gefur upp. Flatur bolti. Viktor tekur á móti. Jónsi spilar upp. Eduardo setur beint í blokkina. Flott blokk. Afturelding nær ekki bjarga þessu yfir. 5-8. Mjög góð blokk þarna hjá Sigurbirni og Marek. Valgeir Hilmarsson, Valli í uppgjöf. Spila með Þrótti Fylki, vinnu fyrir HK. Og hér kemur lauma. Hér er dæmt mók. Sergei er ekki ánægður en hann segir ekki orð, fagnar bara, klappa sínu liði. Það er oft erfitt að eiga við þetta. Meta hvort það er mók eða ekki mók á svona bolta. En Sigþór er í uppgjöf. Slær, Halldór tekur á móti. Sigurður spilar upp, Sergei fær boltan, slær. Viktor, vel gert hjá Ismar. Chris, og nú er allt Aftureldinga megin og það er Viktor sem fær frítt skot. Hvar var hávörnin? Segi nú ekki annað. Gummi gerði vel að vera í þessum bolta en það er erfitt að eiga við það þegar enginn er til að blokka. Og staðan 10-6 fyrir heimamenn. Og Sigþór aftur í uppgjöf. Gummi, Sigurbjörn, þetta var hann stórfurðulegt. Gummi, aftur, Viktor, Jónsi og Eduardo slær út. Ok, flott hann hjá Chris, setja hann yfir, nei, misskilningu milli Sigurbjarnar, nei, Sigurbjörns og Halldórs og það ætti ekki að þurfa að vera það neitt, Sigurbjörn á ekki að taka fyrsta bolta, Halldór er komin á hárréttan stað og Sigurbjörn á bara að stilla sér upp í uppspilið og gera það. 11-7 fyrir Aftureldingu, Jónsi, Halldór, Sigurbjörn setur hann upp í loftið og Sergei slær út, það er erfitt að eiga við þessa bolta. Þeir hlupi hatt dómarann, Sigurbjörn lagar Átna á dómarapallinum, dómarapallurinn er aðeins orðinn skakkur þannig að Átni þarf að standa þarna út við hægri hliðina. Spurning hvort hann er hægri eða vinstri sinnaður, hvort hann líkar þetta. En hér er uppgjöf hjá Sergei, hörku uppgjöf, Jónsi spilar upp. Flott flétta hjá Aftureldingu en Viktor setur boltan utan við antennuna. Og staðan 9-11 og Sergei aftur í uppgjöf. Uppgjöfnin honum eru erfiðar. Reynir er komið inn og taka á móti þeim. Sergei setur hann á Eduardo. Jónsi og Eduardo fær hann aftur og hann er í blokkinni þessi og út. Þetta er skólabókardæmi einfalt blak. Fær boltan, Jónsi snýr aðeins, spilar auðveldasta boltanum og fær stig út úr því.
Eduardo kominn í uppgjöf, 12-9 fyrir afturheldingu. Til móttöku Sergej, Mikael og Gummi. Og algjörlega ömurlegu uppgjöf. 10-12. Marek Ivanski fer í uppgjöf fyrir Þrótt Fylki. Chris tekur á móti, Jóns spilar upp. Hann nær ekki í boltan, hann Ismar. Nei, ég trúi þess ekki. Ég trúi því ekki að Valli sé að taka þennan bolta. Bara farði í stöðu. Sigurbjörn á þennan bolta, Simbi á þennan bolta. Og vandamáli við þessar stóru miðjumenn, þeir eru oft að þvælast fyrir okkur litlu uppspilurunum. Getur verið erfitt að hrinda þeim frá. Viktor með uppgjöf. Sergej spilar upp, tekur á móti, Sigurbjörn spilar upp, Halldór slær yfir. Jónsi og Ismar í blokkina, hörkublokki og Valla en hann á lífi, Eduardo setur upp, Halldór tekur á móti, Sigurbjörn og þá það Gummi og þessi niðri. Hörkublokk hjá Valla, lagði grunninn að þessu stígi, það ekki nokkuð spurning. 11-13, Halldór í uppgjöf. Viktor tekur á móti, Jónsson spilar upp, Chris slær í blokkina og þessi inni. Mér sýndi þess stefna út en hann var inni, 12-13. Það stutt á milli góðrar blokkar og misheppnaðar. Kemur Dóri, uppgjöf, góð uppgjöf, Viktor tekur á móti, Eduardo spilar upp. Og þá það Sergej, Sigurbjörn og hann laumar þessu mjög vel gert hjá Simba. Enginn fer upp með honum, hann lítill uppspilari og menn reiknuðu ekki með þessu. Enginn Hávard kom með honum og hann sett hann í dauðagatið fyrir aftan fjarkan. Ég held að Sigþór hafi verið í þeirri stöðu þarna og má naga sig í handabökin að vera ekki vakandi. Árni Jón lagar dómarapallinn, Ricardo tekur hlið og ekki seinna vænna að gera það. Staðan orðin 13-13 og afturhelding búin að missa þokkalega góða forystu niður í jafnastöðu en ennþá allavega helmingurinn eftir á leið í land. Og þá það Halldór. Já, Jónsi velvakandi hérna en Sergej, Valli setur hann yfir og nú allur möguleiki afturlendinga megin og það Sigþór sem setur hann. Það blokk og afturlína og út. Ismar, Sergej tekur á móti, Halldór setur hann yfir, Eduardo, Jónsi og nú það Chris með, já, þetta var bara bogasmass, það var aldrei neinn hætta af þessu og þeir gera skiptingu og núna fer Chris út af og inn á kemur Gunnar Pálmi Hannesson, fyrrum KA-maður sem að spila núna með afturheldingu, góður í móttöku. Já, eins og flestir þessi strákar sem koma að norðan. Kemur í móttökuna með Viktori og Eduardo og Gummi gefur upp. Setur beint á Gunnar. Boltinn of langur. Sergej setur í smassið. Jónsi blokkar út. Gummi aftur upp. Staðan 15-14 fyrir Þrótt Fylki. Viktor tekur á móti, Gunnar hefur boltan, setur í blokkina, Mikael og svo Simbi og þá Sergej með vinstri hendinni, með vinstri. Hann gerir þetta
Já, ég ætla ekki að segja með vinstri höndin aftan bak eftir hádegi á föstudegi, en eftir kvöldmat á föstudegi með hægri höndin aftan bak setur hann með vinstri hendin í blokkinni yfir. Þetta eiga þeir að taka, Háörnin. Gummi 16-14. Gunnar tekur aftur á móti, þessi fín. Og Sigþór fær allan séns og hann nýtir hann vel, setur í blokkina og út. 15-16. Og þá Gunnar kominn í uppgjöfina. Ismar eitthvað að tjá sig hérna, hann nú, já, þekktur fyrir að vera ekkert sérstaklega ánægður með íslenska dómgæslu. Sjáum hvað setur, það 15-16. Hann getur alltaf ekki kvartað, dómgæslan hefur ekki hallað á afturhaldningu, ég get ekki sagt það. Þeir fengu hérna afturlinu sókn á hann sem ólulega sem skoruðu stig úr þessir í blokkinni. Halldór Sigurbjörn, flott uppspil, Sergej setur þennan niður. Flott uppspil og Simba, hoppaði, algjörlega hrein snertingaboltan. Og þá fer Valli út af og aftur kemur Jón Kolbeinn Guðjónsson inn á til að taka uppgjöfina. Uppgjöf, það Jón Kolbeinn, Jónsi og Vardó, Jón Kolbeinn, Simbi, Sergej og Ismar gerir sitt besta en það orðið 18-15 fyrir gestina. Og þessi rétt úti. Rétt út þessi bolti, þetta réttur dómur að mínum mati. Sigþór kominn í uppgjöf 16-18 og þeir skipta aftur Valgeir og Jón Kolbeinn. Jón Kolbeinn greinilega uppgjafa sérfræðingur þeirra Þróttar Fylkis, allavega þeim sem hann á bekknum. Sævar reyndar Már Guðmundsson, uppspilari hefur nú oft verið notað sem slíkur, hann með góður uppgjafir, fínn uppspilari líka. En Sigþór setur þennan bolta langt út, 19-16. Sævar hefur hins vegar ekki mætt mikið æfingar upp á síðkastið og Sigurbjörn aðal uppspilari þeirra Þróttar Fylkis og ég verð að segja það að mér finnst honum að farið mikið fram í vetur. Hann að spila betur í þessum leik en ég sé hann nokkuð tíma að spila og Simbi með uppgjöf og uppgjafnar frábæri hjá honum líka. Hörku uppgjöf, Eduardo, Gummi tekur á móti, ákvörn net á einhvern net, það á vörnina. 17-19. Og þá það Jónsi í uppgjöf, kemur, eða hvað? Það eitthvað með Sigurbjörn. Nei, hann vill ekki skiptingu, Simbi vill ekki skiptingu. Það sem sagt bara, ég veit ekki alveg hvað í gangi. Hann kominn í rétta stöðu. Gummi, Simbi og þá það Sergej og hann setur hann niður 20-17. Það virðist sem Fylkir, Þróttur Fylkir ætli að sigla hér annarri hrínunni. Og þá tekur Roggeri og Ponticelli leikli.
Og þá það og Eduardo með hörkusmass og skorar fyrir Afturheldingu og það 18-20. Þá það Eduardo, Mikael Halldór setur hann þarna á Gumma, flott vörn hjá Reyni, afturlínu sókn, Sergei, Gummi og þessi Landtúti 19-20. Hlé hjá Rodserio að virka vel, Eduardo. Beint í gólf. Nú var sem sagt sennilega flautuð ekki og aðeins og snemma. Einhver misskilningur á ritraborðið þarna, eða ekki kannski endilega misskilningur heldur eitthvað sem þarnast athugunar og Árni Jón flautaði endurtekningu á uppgjöfinni. Sen kemur núna Mikael, flott móttaka, uppspilið of lágt hjá Simba. Marek átti aldrei séns í að gera neitt við þennan bolta og hér Gummi, setur hann í blokkina og út. 21-20 fyrir gestina. Marek í uppgjöf. Móttaka hjá Eduardo og Ismar með algerlega frábært smass að mínu mati. Þetta smass fannst mér vera inni, en þetta mjög erfitt að dæma þetta. Eiginlega ógerlegt, þetta fast og hratt, það engin línuverðir. Þetta smass fannst mér vera inni, en það gæti líka verið rangt hjá mér. Ég veit að Isma var algjörlega sammála mér, en ég veit að Brynjar var algjörlega sammála dómurunum og Brynjar, ég hef aldrei varð það, Brynjar gefur sig annað en alveg einstaklega heiðarlegur á línunni. Á hliðarlínunni. Það var það Viktor. Og Gummi setur í blokkina og niður. Afturhelding hefur jafnað leikinn, staðan 22-22. Þróttur Fylkir tók fyrstur hrinuna 25-22. Afturhelding var að vinna þessa hrinu í upphafi, svo seig Þróttur Fylkir fram og Afturhelding búin að jafna. Viktor gefur upp, Halldór tekur á móti, Simbi og Gummi setur í blokkina og niður. 23-22. Heimamenn virðast ætla að sigla þessari eða hvað? Það mjög jafnt. Og þá tekur Brynjar seinna leikhlé sitt í þessari hrinu. og 23-22 fyrir Afturheldingu. Viktor í uppgjöf í móttökunni, eru góðir móttökumenn. Það eru Sergei, Mikael og Dóri. Mikael tekur á móti, þessi bolt allt og aftarlega, en Gummi bjarga þessu vel. Það var mjög vel gert hjá Sigurbirni og Gummi kláraði vel. Og Þróttur Fylkir jafnar 23-23. Þróttur gerði vel með þessa sókn eftir þetta framspil. Þá það Halldór í uppgjöf. Á móti eru Gunnar, Viktor og Eduardo til taks.
til að taka á móti. Jón Ólafur Valdimarsson að hita upp. Viktor Jónsi spilar upp. Og leikmaður númer 16 slær boltan. Þetta er númer 6 segi ég. Það er hann, leikmaður númer 6 er Andris Apinis. Kom hérna inn á áðan þegar ég leit niður á blaðið hjá mér. Gleymd að segja ykkur frá því. Og þá er það Ismar, Mikael, Sigurbjörn, Gummi, setur boltan niður, góð vörn hjá Aftureldingu, Gummi aftur og setur hann í útmundi. Ég veit ekki hvort ég myndi segja hann út. Þessi var eiginlega á línunni, hér þarf línuverði. Ég bara treysti mér ekki til að segja hvað þessi bolti var. Þetta er mjög mikilvægt stig. Hann var eiginlega alveg, þetta er mjög erfitt að segja til það. Dæmdur inni, Aftureldingu hefði unnið þegar hann verið dæmdur úti, í staðinn fyrir jafna þeir. Andris setur hennar bolta, Sigurbjörn, þetta var ljótt tvíslag, en Gunnar tekur flotta hávörð þarna á móti Sergei og kemur Aftureldingu 25-24. Það þarf línuverði á svona, og það er ekkert að ásaka dómara eða aðra þegar boltinn er svona alveg á mörkunum, það getur verið mjög erfitt að sjá þetta þegar það gerir svona hratt. En staðan er orðin 25-24 fyrir Aftureldingu, þeir og uppgjöf. Gunnar með frábæra móttöku þarna og mér sýnist Þróttur Fylkir ætlar að skipta leikmann. Jón Ólafur Valdimarsson ætlar að koma inn á. Hann ætlar að koma inn á fyrir leikmann númer 13 sem er Halldór Ingi Kárason. Það er Gunnar, Sergei, Mikael, Gummi til að taka á móti. Gunnar gefur upp, Mikael tekur á móti. Bolti fer á Sergei, hann fer í blokkina. Mikael tekur á móti. Þetta var ekki sérstaklega gott. Og Valli slær hann beint og skorar þetta. Mér finnst nú Þróttur Fylkir hafa fengið aðeins af tvíslugum hérna núna. Þannig að það má segja að þetta er svo nokkuð jöfn á bæði liðin dómgæslunni eftir þessa feitu afturlínunsókn sem Afturelding fekk áðan. 25-25, við erum komin í góða upphækkun hér. Það þarf að vinna með 2 stigum í blaki. Frábær uppgjöf hjá Valla. Dómari, ég trúi þess ekki. Þetta var alveg skelfilegt tvísla sem þeir fengu. Jæja, það er þá tvísla á bæði lið, ekki þetta kvarti við því. Jón Ólafur bjargar þessu, Simbi laumar yfir. Viktor, Jónsi, Eduardo setur í netið. Þetta er nú sennilega eitt ljótasta tvíslaði sem við séð þessum leik á Gunnar hérna áðan. Men með ekki vera rægir við að dæma tvíslaði þó að sé komin hástigastað, en nú er 26-25 fyrir gestina. Takkið þér þetta stig, eru þið búin að merja 2 hrinur og komnir í 2-0. Valli. Þetta er nú næstu því grip á móttökunni, en allt í lagi Eduardo. Hann skorar og jafnar 26-26. Dómararnir leyfa nú yfirleitt alltaf svona móttökur. Þetta er alveg næstu því grip. Og þá fer Jón Ólafur Valdimarsson aftur út af fyrir Halldór Inga Kárason. Og það er Andris Apinis sem er komin í uppgjöfinu fyrir Aftureldingu. 26-26, við verðum að vinna með 2 stigum. Móttaka, Sigurbjörn setur hann upp, þetta var velgert hjá honum á Marek. Gunnar bjargar þessu, lauma hjá Viktori. Þróttur sér við þessu og Halldór Ingi slær úr díostöðunni. Jónsi setur á Eduardo sem slær, Eduardo sem slær í blokkina út og staðan er orðin 27-26 fyrir heimamenn. Allt í einu þeir komnir í aðeins skárri stöðu til að taka þessa hrinu. Og Andris Apinis aftur í uppgjöfina. Halldór Ingi Kárason, Halldór Ingi Kárason, Gummi og Mikael taka á móti og Sergei fer boltan, setur í blokkina. Jónsi setur þennan upp og lauma og það er stig til Aftureldingar. Þeir hafa tekið hrinu 28-26 og jafnað leikinn 1-1. Staðan er 1-1, 25-22 fór fyrsta hrinan fyrir Þrótt Fylki og 28-26 fyrir Aftureldingu hrina 2.
Þá er það upp að þriðju hrinu, 2-1-1 segi ég, er staðan. Þróttur Fylkir vann fyrstu hrinuna 25-22 og svo 28-26 fyrir Aftureldingu. Það er Sigurður Veigar Friðgeirsson sem gefur upp fyrir Þrótt Fylki. Viktor tekur á móti, Reynir spilar upp, flott í honum og Viktor slær. Þessi er hélt að vera í 4, hann ætlaði komin út af og 1-0 fyrir gestina. Og hann ekki flott hjá Reyni. Eduardo setur í blokkina og það fer í lágvörnina og út. 2-0 fyrir gestina. Og þá setur Sigurbjörn út. Þetta er nú fyrsta uppgjöfin sem misjafnast í honum. Og ég verð að segja það, spilaði nú Blag með Sigurbjörni í 3 ár, að það að klikka ekki upp í honum fyrir í þriðju hrinu finnst mér bara mjög gott. Því hann setur uppgjöfna þannig, góður uppgjöfar hjá honum yfirleitt. Og eins og ég segi, honum farið mikið fram í vetur, bæði í uppspili og svo uppgjöfum og flott uppspil hann á miðjunni hjá honum. Eduardo setur hann á. Já, þetta var Gunnar sem klárar þetta. Þá er það Eduardo, Marek, Simbi og Sergej setur í netið og niður. Eduardo. Hvað, og hér er net á vörnina og staðan orðin 4-2 fyrir heimamenn. Það skipa skjótt veður í lofti hérna. Sergej, Sip. Þetta er nú eiginlega mók. Og hörkusmass hjá Ismar. Og þá er það Viktor. Og þetta er allt niður Fylkismegin, 5-3. Sergej setur í netið. Þá ætti það að vera 6-3 held ég. Hér kemur Viktor. Þetta var nætti góð móttaka. Andrés, Jónsi og Andrés fær hann aftur. Setur hann háan og út í númer 4. Það var að Marek. Gunnar, Jónsi, Ismar setur hann yfir, vel vakandi þarna, Stefán Jónsson, stundum nefndur Stefán Þingeyingur og hann blokkaði þennan bolta. 5-5, Marek með uppgjöfina. Þessi er úti, rétt úti en úti. Ismar
Flatan bolta, Sergei tekur á móti, Simbi reynir að bjarga honum. Þessi bolti enn á lífi. Sergei slær, ætti að verða sókn afturhaldingamegin núna og það Ismar úr sexunni sem slær þennan bolta. Sigurbjörn vel varið hjá Þrótti og nú setur Halldór hann í lúkurnar á Gunnari og út. Það var magnað af Þróttur, Fylkir skyldi ná stíu út úr þessu, staðan 6-6. Halldór Ingi Kárason með uppgjöfina í netið. Gunnar kominn inn í uppgjöf. Malek tekur á móti, Mikael segi ég og boltinn í gólfið, afturhaldingamegin, staðan 7-7. Gummi á upp. Gunnar tekur á móti, flott móttak á Jónsa og Edvardo setur hann beint niður. Fór fram hjá þeim Suður-Þingeyingum og Norður-Þingeyingum, Stefáni og Sigurbirni. Andris Apínis gefur upp. Halldór tekur á móti, Sigurbjörn spilar upp og það Sergei sem fær þennan bolta, slær hann upp í loftið. Og Jónsi setur á Edvardo. Og Sergei bjargar þessum, Gummi. Sergei slær aftur inn í netið. Staðan þá 9-7 fyrir afturhaldingu. Andris Apínis enn í uppgjöf. Mikael tekur á móti, Stefán spilar upp og Sergei slær. Boltinn fer af blokkinni síðan í afturlínuvörnina hjá Ismar og þaðan út. Og Reynir kemur inn fyrir Andris Apínis til að taka á móti. Og það Stefán Jónsson. Þingeyingur gefur upp, Gunnar tekur á móti, Jónsi spilar upp og það Viktor sem slær boltan út af. Viktor kom nú mikið undir boltan þegar slæra hann þarna. Þarna hefði afturhalding átt að fá góða sókn því að framspilið var mjög gott hjá Gunnari. Staðan 9-9. Stefán aftur uppgjöf. Og það endtekið. Það vantaði að skipta bolta. Í þriggjaboltakerfi þá er alltaf skipt bolta í hvert skipt sem uppgjöf og boltinn þurrkaður. Þannig tryggt að þeir séu ekki blautir. Stefán í uppgjöf. Gunnar tekur aftur á móti. Jónsi fær boltan, spilar upp á Viktor og setur hörkusmass. Stefán ver. Sergei setur Viktor. Jónsi og það Edvardo. Og þá það Stefán og nú ætti Fylkir að fá sókn og það Sergei sem slær. Reynir ver. En net dæmt. Og staðan 10-9 fyrir gestina. Alla þessar hrinur verið mjög jafnar. Og enn Stefán Jónsson, Þingeyingur í uppgjöf. Gunnar, Jónsi laumar og engin vakandi. Marek fer ekki upp á móti uppspilar í framlínu. Jónsi skorar þetta stig 10-10. Jónsi til boltan. Gummi tekur á móti, Sigurður spilar upp, Sergei slær í blokkinni. Sergei, Malek, Mikael segi ég veit ekki af hverju kallar hann alltaf Malek. Kallar menn. Ég nú bara ekki sammála Þrótti Fylki þarna. Það var fyrst tvíslag á Mikael, svo var þetta tvíslag á Ismar. Þannig að þeir þurfu ekki að kvarta yfir þessu, en það allavega eitthvað búið að dæma. Þeir fá boltan samt.
Eitthvað hefur verið dæmt á þetta tvíslag. Það var allavega tvíslag fyrst og Fylkir Þrótt og þá er Sigurbjörn með uppgjöf. Þessi er úti. Nú önnur uppgjöf í röð sem klikkar á Sigurbjörni. 11-11. Eduardo hér. Báðir uppspilarar í afturlínu. Eduardo kemur hér. Mikael, þetta er moka mínu mati þegar uppspilarar taka svona með annari hendinni og setja henni á völlinn. Það eru reyndar ekki nær allir sammála mér með það, samt sem áður. Það er svolítið eftir því hvernig þið setja henni inn á. Mér finnst þetta svolítið móklegt þegar mér setja hann svona inn á völlinn aftur og ekki beint upp. Það er ómikil ristarhreyfing í þessu fyrir mig. Eduardo, Mikael, Sigurbjörn, Halldór og hann slær boltan fram hjá blokkinu út. Já, mér sýndist touch á þennan bolta en það er ekki. Og engum Þróttur að datt í huga biðja það einu sinni að það getur ekki hafa verið touch. 13-11 fyrir heimamenn. Sigurbjörn spilar upp og það er Sergej í blokkina og þess er inni. Þess er inni. Hann er ekki viss og endur tekið dæma dómararnir, allt í lagi. Allt í lagi, þeir eru hvorugur viss en mér sýndist þessi verið inni. Þetta er einn af þessum erfiðu boltum, þarna er þessi línuverðirnir geta hjálpað verulega. Þeir sjá þessa greinilega, þeir hafi með engu öðru að fylgjast. 13-11, Eduardo aftur í uppgjöfinni. Til varnar eru Mikael Gummi og Halldór. Mikael tekur boltan. Halldór slær. Jónsi setur á Viktor, setur í blokkina. Gummi heldur þessum á lofti en hann er horfinn. 14-11 fyrir heimamenn. Það er lið sem nær tveimur hrínum hér fyrst. Það tryggir sér að minnst okkur 1 stig og Brynjar Pétursson tekur leikhlé. Þróttar Fylkis megin. En mér finnst þessi leikur hafi verið vel dæmdur hjá Árna Jóni og Jasoni hingað til allavega og eina sem ég hefði kannski viljað sjá aðeins meira tvíslögum flautað. Ekki það ég vilji vera einhver tvíslaga fasisti. Það sem fingurslæði er nú ekki svo gott í sjálfum mér. Mikael, Gummi og Dóri í móttöku á móti Eduardo. Eduardo, 14-17, Mikael, Sigurbjörn, Sergej og hann fer af blokkina í Sergej og svo út. Þannig að þetta er stig til afturheldingar, 15-11. Eduardo. Dæmt yfirstig á Sigurbjörn. Boltinn kom stuttur, Sergej tekur á móti, Sigurbjörn hljóp fram á línunni og hefur stigið yfir. Menn eru alltaf jafn hissa á þessu en málið er bara það að þið eruð ekki að horfa hvað þið stigið niður. Það er einn dómari sem gerir ekkert annað en fylgjast með línunni og hann sér og netinu og hann sér mjög vel hvað þið stigið niður. En leikmenn eru alltaf jafn hissa. Finnst þeir aldrei hafa stigið yfir. Og hér er hörku góður kafli hjá Afturhaldningu og þeir eru komnir í 17-11. Það verður mjög erfitt fyrir Þrótt Fylki að snúa þessar hinu sér í vil. Og þá skipta þeir uppspilara, inn á kemur Sævar Már Guðmundsson út af fyrir Sigurbjörn Veigar Friðgeirsson sem reyndar hefur spilað mjög vel hingað til. Aðeins svona kannski 2-3 mistök núna í röð í lokinn.
Það bara, hengi ekkert hausinn yfir því, muna bara það sem hann gerir vel. Og Gummi slær þennan bolta. Vel slegið hjá Gumma, en hann enn á lífi, afturhaldningamegin. Reynir setur hann yfir. Sævar þarf að taka fyrsta bolta. Hvað að gera sér Þrótti? Auðspilarinn tekur ekki fyrsta bolta þegar þeir koma svona léttir. Sævar setur hérna á Sergei, slær í blokkina og út. Og það 12. stigið í höfn hjá Þrótti Fylki. Þá það Sergei í uppgjöf. Reynir tekur á móti, missir hann yfir. Marek slær, hann ekki átt að gera þetta. Hann var ekki neitt í stöðu til að slá, þannig að afturhaldning var aftur sókn. Og Gunnar kemur hérna, engin blokk. Marek átti ekki að slá þennan bolta, hættu bara að taka hann og spila hann upp sín megin úr því að náði ekki almennilega höggja á hann. Og í staðinn fyrir fá þeir boltan í gólfið sín megin og staðan orðin 18-12 fyrir afturhaldningu. Viktor í uppgjöf. Þessi úti. Hann var ekki langt, en hann var nógu langt. Og þá kemur Jón Kolbeinn Guðjónsson inn á fyrir Marek Ivanski til að gefa upp. Gunnar Viktor Eduardo í móttökuliðinu. Það Eduardo, Jónsi og það Andrés, setur í blokkina. Halldór bjargar þessu vel, Sævar nær þessum. Gummi kemur og slær. Viktor til varnar, Jónsi og það Andrés, einn í blokk. Þarna gerði Jónsi þetta vel, blokkin kom upp á móti Ismar sem var verulóg. Þá setur hann á kantinn þar sem var Andrés og bara lágvaxinn Halldór á móti honum í blokkinni og eftirleikurinn auðveldi fyrir Andrés Apinis, staðan 19-13. Ismar, Mikael, Sævar og Gummi og Ismar. Þá það Stefán Jónsson og nú kemur eitthvað allt í lagi. Og Jónsi og Gunnar slær og Sergei í þessum bolta, þannig að þetta töts á þetta og 20-13. Það klárt mál að Afturelding mun vinna þessa hrinu. Kom ekki eitthvað stór slys fyrir. Ismar. Sævar, Gummi slær í blokkina og hann í gólfinu, 14-20. Þá það Halldór Ingi Kárason. Viktor tekur á móti, Jónsi og Andrés. Og hvar lágvörnin? Það allir þarna á hælunum hjá Þrótti Fylki. 21-14 fyrir heimamenn. Gunnar með uppgjöf. Þessi úti. 15-21. Allt til að pressa uppgjöf en ekki síst í stöðunni þegar út ykkur 7 stigum yfir. Þá Gummi í uppgjöf og Gunnar, Viktor og Eduardo í móttöku. Viktor tekur á móti, boltinn lendir, Jónsi nær þessum, það var næstum því mók. Eduardo, Gummi nær þessum, Sævar spilar upp, þetta var nú eiginlega tvíslag. Jónsi, Eduardo slær, þetta var... Já, þarna þarf línu verið til að meta hvort það verið touch eða ekki. Ég held að þetta hafi ekki verið touch. 16-21, Gummi á uppgjöf aftur. Viktor tekur á móti, Jónsi spilar upp, Eduardo, 3 manna blokk. Já, þeir verið þessu vel Fylkir, Gummi slær, Ismar, Jónsi og Andrés. Það fór einhver í net, Sá ekki hver það var en einhver gerði það en hann hlaut að hafa verið Fylkismegin. En Fylki setur hann hvort sem í netið, þannig að staðan 22-16 og Sigurbjörn kemur aftur inn á fyrir Sævar.
og Andri setur í netið. Þá er það Stefán Jónsson, 17-22. Ef Þróttur Fylkir ætlar að gera eitthvað, þá verður hann að gera það núna. Stefán, Gunnar, Jónsi, Viktor, Gummi, Sigurbjörn og Sergei steytur út. 23-17. Þá er það Jónsi í uppgjöf. Gummi tekur á móti, Sigurbjörn setur á Sergei og það er net á hávörðuna. Og þá er það Sigurbjörn. Slær og þessi í netið. Eftir mjög góða uppgjafa seríu er Sigurbjörn búinn að klikka á 3 hér í hrínu 3. 24-18. Það getur ekkert nema stórslys komið í veg fyrir sigur afturheldingar í þessari hrínu. Sigurbjörn og Sergei setur í blokkina, uppspilið og nálægt í Sigurbjörni og hann hefur eitthvað meitt sig. Það er ekki gott en 25-18, þetta er ójafnasta hrínan til þessa og staðan orðin 2-1 fyrir afturheldingu, 2-1 fyrir heimamenn. Sælir aftur, kæru áhorfendur.
Gunnarstína hérna aftur. Bjössi þurfti að rjúka í burtu, hann fékk var. Þannig að þá tek ég við. Þá 3 línur búnar, 2-1 fyrir Aftureldingu. Þannig að það mjög mikilvægt að þessi næsta lína, það spurning hvort hún fer í 8 eða ekki. Frekar létt 4. línan hjá Aftureldingu. Það miðað við hina 2 hvernig það spiluðust. Ég get ekki lofað jafn líflegri lýsingu eins og Sigurbjörn Árni er með. Þannig að þið verður bara að taka vilja fyrir verkið, þeir sem eru að horfa að hlusta. En Björns er náttúrulega einstakur í sínu lýsingum og það toppar hann enginn. Það sé óhætt að segja það. En Afturelding byrjar með boltan. Og Þróttur Fylkir fær þá fyrstu sóknina. Þannig að spurning hvernig þið ná að nýta hana. Ekki náður að nýta hana, en Afturelding fær þá fyrstu sóknina í staðinn. Og Edu kemur og bombar. Það var glæsilegt. Nákvæmlega, bomba. En eins og það kannski tekið eftir, þá Afturelding að spila svolítið öðruvísi uppstillingu heldur en venjulega. Þannig að þeir eru með 3 sóknarmenn núna. Þetta var ekki gott uppspil hjá Sigurbirni. Þannig að Afturelding fær meiri sókn, en það var ekki mikil sókn. Jæja, Ritún er að lauma hana þarna inn. Við ættum hann á annarri sókn þarna hérna. Já, Viktor með smell, og hann fer í blokk og út. Þannig að Afturelding er komið með 2-0 í 4. hinu. Byrja vel, en það hefur ekki alltaf þýtt að endi vel. Jón Ólafur sem er í uppgjöfinni í uppspilinu. Ekki nógu góð móttaka og þetta var skelfilegt alveg hreint. Það er svo að móka hann upp. Og eftir Viktor Emil með annan skell beint í gól. Ekki mikið blokk á mótunum. Ég vil að fá þurrkað. Mikið að gera í Duskustelpunum. En Afturelding byrja mun betur núna heldur en í 4. hinu. En þeir unnana samt. Þannig að það er spurning hvað það þýðir. Það er svona yfir, það er svo að fara í smá pressa á þeim eftir að hafa unnið 2 hinur. Þetta var mikilvægt. Og þetta var flottur skellur hérna. Sergei sem að fer síðan í uppgjöfina. Fín uppgjöf, reynir með góða móttöku. Þetta var ekki nógu gott. Ekki nógu gott uppspil fyrir Ísmar vinnur þessu. Svo voru við með undirvinnuna en náðu ekki að klára hana. Sergei með aðra uppgjöf. 2-3 fyrir Aftureldingu. Fín uppgjöf, góð móttaka. Og Edu, ops! Það vantaði undir dekkuna þarna. Það er fínt smas hjá Edu, en betri blokk hjá Gumma. Þannig að þeir eru 3-3 og Sergei enn í uppgjöf. Reynir með ágætis móttöku hérna. Og þarna náðu hann að setja á Ísmar. Og þarna nær Viktor að skora aftur. Touch og niður. Og Edu fer í uppgjöfina. Gummi með fína móttöku samt aðeins og aftarlega. Gunni með rosa smas sem blokkinn tekur þetta. Og aftur, og nú fer hann touch út.
glæsilega innkoma hjá Gunnari Pálma Hannesinni. Hann er búinn að hafa marga flotta skelli hérna núna. Aftur komin í 5-3. Edu ennþá í uppgjöf. Edu Ardó. Við kallum hann nú Edu hérna bara hjá okkur. Enni þessi, þetta var flottur. Enginn þarna. Það er Marek Ivanski sem að fer í uppgjöfuna fyrir Þrótt Fylki. Já, þetta var glæsilegt samspil. Þarna náðu þeir þessu. Þeir eru búin að reyna þetta nokkuð sinnum. En nú kom uppspilið. Hann hamraði niður á miðunni. Aftur er komin 6-4. Viktor komin í uppgjöfuna. Og hann lendir út. Þeir eru búin að vera aðeins svo margar uppgjöfurnar út. Það var Jón Óli uppgjöf fyrir Þrótt Fylki. Edun tekur vel á móti. Það kemur uppgjöf. Uppspil segi ég og Gunni svona handlangar hann yfir einhvern veginn. Þessi fer bara sky high út. Afturhaldi græðir á því. Svo ekki bara fleytt honum út. Og þá var Ísmar komin í afturlínu og í uppgjöfina. Góð, flott, uppgjöf, touch út. Það var ansi flatur þessi. Og þá er stoppa leikklukkan á 8:05, þannig að fyrir að telja niður vegna tæknilegs leikhlés, en það er ekki gert. Og þessi fyrir bara hent út og bara. Og Reynir skiptir inn á í líberóstöðunni fyrir og Gummi er komin í afturlínu og er komin í uppgjöfuna fyrir Þrótt Fylki og setur að beint í netið. Það var óvanlegt að sjá Gummi að gera þetta, hann var flottur uppgjafinn. Og spurning hver á uppgjöfuna, já, Gunni á uppgjöfuna fyrir afturheldingu. Hann tekur jumper, flottur og bara skaut Gumma niður næstu. Við ætlum að fá sókn á þessu. Já, glæsileg vörn þarna hjá Gumma. Strandlagsvörn alveg. Flott móttaka hjá. Já, Sigurbjörn, nei. Afturhelding fekk þetta stig. Sigurbjörn setti, kom við boltan og hann fór í antennuna held ég. Ekki stefna þarna, þannig að þeir kannski viti ekki alveg hvernig þeir eru að dæma þetta. Ég þori nú ekki að segja þetta, en hvort bolti fór fyrst í antennu og svo í Sigurbjörn eða fyrst í Sigurbjörn og svo antennu. Þeir sjálfsagt finna eitthvað út úr því dómararnir. En þeir eru búin að dæma afturheldingu stigið. Og nei, þeir taka stigið af og ákveða endur tekna uppgjöf. Boltinn er sömu megin, þannig að afturhelding á ennþá uppgjöfina. Og staðan er 9-6 fyrir afturheldingu í fjórðu hreinu. Glæsileg uppgjöf hjá Gunna, bara negla. Flott taka hjá Viktori Jón sem fær uppspilið. Já, og Edu setur hann. Þetta var flott sókn hjá afturheldingu. Þeir voru að gera svolítið svona eins og Þróttur Fylki gerði fyrstur hinu. Þeir voru að setja svona sneitt yfir, svona ská yfir. Pétursson, þjálfari Fylkis, eða Þróttar Fylkis leikhlé. Stund 10-6 fyrir afturheldingu.
þess að geta Aftureldingar hefur bara unnið eina hreinu þar sem af í mótinu, reynda bara búin að spila 2 leiki. Fyrsta leiki við HK sem fór 3-1 fyrir HK í Fagralundi. Og svo spiluðu við Stjörnuna fyrir 2 vikur síðan. Og það töpuðu þeir 3-0. Þannig að þeir eru búin að vinna 2 hreinu núna, jafn mikið og í einum, eða meira heldur en í einum leiki. Þannig að þeir eru hungraðir eftir sigri. Flott uppgjöf hjá Gunnari. Já, þetta var, fannst þú farið í netið en það er náttúrulega ekki alveg að marka. Kemur Andrés með glæsilega bombu. Það skaut bara Gunnar niður. Þetta var flott sókn hjá Aftureldingu og vel útfærð. Það gekk allt upp þarna. Og þeir eru komnir yfir 11-6. Gunnar ennþá í uppgjöf. Góða press á uppgjöfun, skiptir miklu máli. Flott uppgjöf, bara á snert ekki, þeir ná bjargunum. Og Sergei setur hann yfir og kemur góð, nei, þeir ná að blokka þetta. Það sýndist þetta að vera Valgeir Hilmarsson sem fór á móti boltan og náði að setja niður hinum megin. Þetta var vel gert hjá Þrótti Fylki. Og þeir eru komin í 7-11. Svona í uppgjöf. Viktor með móttökuna. Já, og Edu með smassið og það bara í vörn út. Hann fór beint upp í loft þessi. Og vel gert. Þeir eru komin í 12-7 Afturelding. Andrés komin í uppgjöf. Það setur hann í netið. Hann fer hansi aftarlega, hann ætlar ekki að setja hann út. En það þýðir að þá þarf hann að ná hann yfir allavega. Og þá er uppspilandi Sigurbjörn komin í uppgjöfuna hjá Þrótti Fylki. Kemur Viktor með smass og blokk og þeir heldur dæmi móka á hann. Þannig að þeir blokka hann og lyfta honum upp. Þannig að Viktor fær væntanlega skráð stigið á sig. Og þeir eru komin í 13-8, það er komin 5 stig. Þannig að þægilegt fyrir Aftureldingu. Jón Ólafur Bergþórsson hinum megin. Í Aftureldingu komin í uppgjöfina. Þannig að það eru 2 Jón Ólafar á vellinum, sitt hvor liðinu. Yfirstig þannig að hann er nú ægilega gjarn á að fara með hægri fótinn yfir línuna hjá Sigurbjörn. Flott smass og vörnin beint upp í loft hjá Sigurbjörni. Og það er skipting hjá Aftureldingu. Það sýnist að vera Halldór sem er að koma inn fyrir Jón Ólaf. Staðan er 14-8 fyrir Aftureldingu. Jón Ólaf. Þetta var skelfileg móttaka, það má nú segjast eins og er. En þeir náðu að bjarga þessu. Afturelding ekki með betri móttaka en Viktor með smassi touch út, en þeir náðu að redda þessu. Góð móttaka hjá Reyni. Og glæsilegt smass hjá Viktori. Þeir touch og síðan bara beint út. Og þeir fara í 15-8 Afturelding. Þannig að þeir eru svona að sigla hægt og rólega fram. Og mér sýnist Brynjar vera að taka sitt annað leikhlé. Í stöðunni 15-8 fyrir Aftureldingu að þess að peppa sína menn upp. Það er spurning hvað Brynjar hafði að segja við þá. Hvað er alltaf að gera núna? Jóns er ennþá í uppgjöfunni fyrir Aftureldingu. Og eitthvað dæmað er þarna á. Átti hann eftir að flauta.
Það hefur ekki verið eitthvað svoleiðis, hann hefur verið aðeins og bráður á sér. Hann er allavega búinn að flauta núna. Og boltinn fer yfir. Nei, þetta var nú ótrúlega. Hann var inni þessi bolti. Þetta var flott lauma, bara beint yfir. Og Sergei komin í uppgefinu hjá Fylki, staðan í 9:15. Flott uppgjöf Gunni með góða móttöku. Og þetta hendurnar á lúkurnar inn á Ísmar og hann bara skellur hann niður beint. Og þeir komast í 15-10 afturhalding. Nei, það var dæmt eitthvað á þetta, ég hef ekki að mista þessu. Og þessi fyrir út. Það er eitthvað ruglið mig, ég hef alveg vist afsökunar. Nú er 16-10. Og Eduardo í uppgjöfuna fyrir afturöldingu. Jón Gummi með ágætis uppgjöf. Ops, og þarna voru þeir ekki alveg vakandi. Hvað er að gera? Stúlkan á boltan og döðskónum að þvælast þarna fyrir. En þetta var blokkin út. Þetta var skelfileg móttaka hjá Reyni. Beint í hendurni sem var hamraða niður. Og það var Fylkir með boltan. Og sigldi út. Viktor fer í uppgjöf afturöldingu og það slokknaði nú bara eitthvað ljós þarna yfir uppgjafareitunum. Ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Það staðan er 17-12 fyrir afturöldingu. Ágætis móttaka. Fín móttaka Viktori. Og Gunni bara hamrar hann niður í einhvern út. Ég sá ekki einu sinni hver í hvern það fór. Sergei líklega. Gunni er búinn að hafa flottan leik. Flotta innkomu. 18-12. Fín uppgjöf, fínt uppspil og flott smass hérna og í touch út. Var ekki Gummi sem átti þetta, held ég. Svona þeirra besti sóknarmaður. Það var haldur í uppgjöf hjá Fylki, staðið 13-18. Flott móttaka hjá Gunna. Og blokkin út, Ísmar setur hann í blokk út. Valli með hendurnar í þessu. Staðan var 19-13. Ísmar komin í uppgjöf. Ágætis móttaka. Já, blokk og niður. Gunnar átti þessa blokk. Hann er búinn að blokka nokkra bolta eftir að hann kom inn. Búinn að standa sér frábærlega þarna út á díostöðinu í blokkinni. 20-13 fyrir afturöldingu. Það þarf mikið að gerast til að vinna upp þennan mun með hvernig þetta spilast. Já, þeir ná að bjarga þessu. Já, vel gert þarna fyrir Krist. Það er svo væri að redda þessu en Andrés náði að bjarga þessu eða hamra niður. Þróttu Fylki var náði að bjarga þessu. En út. Ísmar enda á uppgjöf 21-13. Flott uppgjöf, bara náðist nokkuð. Og hann spilaði á Gumma og blokki í gól. Og það var Jónsi sem blokkaði þennan bolta. 22-13 fyrir afturöldingu. Þeir eru búin að spila síðustu tvær hrinur mjög vel. Fyrsta hrinan var ekki mikið fyrir augað. Þarna var netstreng og niður og Valli var ekki að horfa á boltan. Þannig að það lítur allt út fyrir afturölding sé að taka sinn fyrsta sigur í deildinni í ár í sínum 3. leik. Flott móttaka beint hérna á og það er afturlínu smass og annar virkilega hvernig vörn í afturöldingu. Þetta var flott afturlínu smass hjá Þrótti Fylki. Og staðan í 14-23 og Gummi er komin í uppgjöf.
og þeirra aðal sóknarmaður búinn að skora örugglega flest. Og Andrés nær þessum bein. Lekur hún niður með 23-14. Þannig að þeir eru að detta í sigur, í 3-1 sigur. Hefur mikið að segja fyrir Aftureldingu. Glæsileg uppgjöf hjá Gunna, flott móttaka, flott blokk. Nei, hvað er í gangi? Þetta var ótrúlega misskilningur. Enginn tók hann og datt beint á milli tveggja. En þeir hafa alveg 9 stig áður en að það fyrir að verða virkilega tæft. Og Valgeir Hilmarsson í uppgjöf í stöðunni 15-24 og hann fyrir út og gefur Aftureldingu sigurinn. Fyrsta sigur Aftureldingar á þessari leiktíð, 3-1. 3 stig í hús og þau eru vel þegin. Og ég að fara niður.